Það ein framsaga eftir áður en við förum í almennar umræður og það svona skrítnasta búgreinin, getum við sagt, sem að hér til umræðu. Það eru tölvuleikir, búgrein má kalla, en hingað kominn maður sem hefur atvinnu að því að vera tölvuleikja hönnuður í sveit, sem frábært, og það Jóhannes G. Þorsteinsson og hann næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, takk hérlega fyrir. Já, ég heiti Jóhannes Gunnar Þorsteinsson og ég leikjasmiður og ég býð tölvuleiki. Það mín aðal búgrein. Ég kannski ekki landbúnaði en ég allavega í hugbúnaði. Það var næsti bæri við. Ég ákvað að sníða þennan fyrirlestur eins og stutt æviágrip, þannig að það var svona svolítið á persónulegu nótunum. Þannig að þið getið svolítið séð hvernig bóndasonur úr afdölum fór út í tölvuleikjan. Þannig að við byrjum bara að byrjunni. Ég fæddur 1988, uppalinn á Fosshóli í Vesturárdal, sem sést þarna á hægri hönd. Svo nú Kollafoss þar sem ég bý núna á vinstri hönd, þannig að ég flutti nú ekki langt frá foreldrunum. Og það áhugaverða að þessi staður ekki til á Google Maps. Þannig að það segir manni kannski ágætlega mikið hvar ég búsettur. En fyrir það sem ekki vita, það sem eru kannski ekki hérna, þá þetta svona, 20 mína keyrsla frá Hvammstanga. Ekki mikið gerðist fyrstu árun af minni tengt tölvuleikjahönnun, en nema kannski þegar ég var 30 ára, fekk ég Nintendo 12, spilaði Super Mario mikið. En það var ekki fyrir 1995, þegar eldri bróðir minn fékk Power Macintosh 12. Fyrstu alvöru tölvuna heimilinu, þökk sér íslenska síðu að gefa fermingarbörnum fullt af peningum. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir það. Og ekki löngu eftir það eignuðust við tölvuleik sem heit Marathon. Ég ætla ekki að tala mikið þann tölvuleik, hann mjög skemmtilegu tölvuleikur, yndislegu tölvuleikur, gefinn upprunalega út 1993 og svo kom svo næst í rauðinu 95 og svo 96, þríleikur. En það sem áhugavert við hennar tölvuleik að það fylgdi með verkfæri til þess að breyta honum. Mjög einföld forrit til þess að breyta leiknum. Og þá fór ég að fikta. Ég fór að búa til minn eigin borð fyrir leikinn, minn eigin völundarhús. Þegar ég þá verið eitthvað 7-8 ára aldurinn hann á þessum tímabili. Og lét bróður minn spila völundarhúsin. Reyndi nú að fá foreldrar mín líka, en það gekk ekki alveg nógu vel. Og þetta gekk svona nokkur ár. Og svo þetta lýsa því að ég svolítið svona svipaður eins og bíladellu fólkið sem á kannski einhvern eldgamlan bílinn í bílskúr, eyðir öllum stundum í að dunda sig við hann og laga hann til, en keyrir hann aldrei, nema kannski einu sinni á ári. Þannig að ég var mjög lítið að spila tölvuleikina, ég var bara að fikta í þeim. En vandamáli var að ég var einmana. Ekki nóg með það að maður bjóð þarna lengst frá öllum, að þá hafði ég heldur ekki neins sameiginlega áhugamál þannig séð. Og samnemendur mínir og þeir sem var svipum aldur og ég. Það hafði enginn brennandi áhuga á því að breyta tölvuleikjum og búa það til. Ég var mjög líklega svo eini í 100 km radíus með þetta áhugamál. Þannig að þetta var svolítið erfitt fyrir ungan mig að vera einn í þessu. Þannig að ég flutta heiman yfir á internetið á 28 kilobata módemi sem eitthvað kannski munið eftir óhljóðunum í þegar maður tengdist netinu. Og hvað þá hraðinn, það tók kannski nokkra mínútur á hraðinn mbl.is. Þetta breytti öllu. Allt í einu fann ég hópa fólki, hundruðir manns, sem hafði sömu áhugamáli ég, á öllum aldri, 7 ára, 15 ára, 30, 40, jafnvel 60. Allir voru að vinna í því að breyta þessum leik. Það voru jafnvel fleiri sem voru að vinna í tölvuleikjunum yfir höfuð, en bara í kringum þennan leik voru hundruðir manns út allan heim. Og einn annar Íslendingur, þannig ég var ekki einn á landinu. Og þarna gat einn í árunum búa til borð, breyta leikjunum og reyna að búa til eitthvað nýtt. Þegar ég var 12 ára
að þá hélt ég að vera tilbúin. Þá var ég orðinn fullorðinn. Nú get ég fara að búa til minn eigin tölvuleik, fara á grunni, heilan tölvuleik. Þannig ég fekk til liðs við mig fullt af góðum vinum af internetinu. Það hafði engin áhuga á því hérna, sama hvað ég reyndi að nöldra í þeim. Og þar á móti hafði ég lítinn áhuga á því að spila fótbolta við aðra og svona, þannig að þetta kom svona nokkuð jafnt. Ég hafði lítinn áhuga á þeirra áhugamálum og þeir lítinn áhuga á mínum. Þannig við erum sáttir, hvitir. Ég fekk til liðs fullt af vinum og við ákvæmum búið til tölvuleik og við sameiginlega kunnum við allt sem þurfti. Kunnum að teikna, við kunnum að teikna borð, við kunnum að hanneta. Það var eitt sem við kunnum ekki og það var að klára leikinn. Það var að plana að verkefnastjórninni. Við höfum ekki hugmynd það, hvernig þetta væri frá byrjun til enda. Þannig við bara heldum áfram að dunda okkur við þetta en þetta nátt að kláraðast aldrei. Þannig að þessi leikur hvarf því miður. Og draumurinn eiginlega líka. Út af því að allt í kringum mig sá ég að var engir skólar sem voru að kenna tölvuleikjönnun, það var engir fyrirtæki nema kannski CCP. Og þegar maður sagði að maður hafði áhuga á tölvuleikjönnun þá sagði ætlar það að fara að vinna við CCP? Nei, hann frekar ekki það stórt fyrirtæki að það geti dekkað alla tölvuleikjönnun á Íslandi. Svolítið leiðilegt ef það er bara einn staður þar sem maður getur unnið á. Sem betur fyrir að búið að breyta svolítið núna. En ég með mína brosnu drauma fór ákveðin að fara svona ekki langt, fór í verkmenntaskólann á Akureyri og lærði myndlist. Það ætlaði þá að vera bara listamaður í staðinn, myndlistamaður. Það væri líka fyrir en í lok námsins sem ég lærði það að það er víst verið að kenna tölvuleikjönnun, þó ekki á Íslandi, en það verið að kenna í Svíþjóð. Þannig ég kom mér út í háskólann í Höfði. Já, og glemdi þetta þessu einu. Þetta var fyrsti leikurinn, sést nú örugglega illa hann var mjög hvítur og tilraunakendur. Enda var þetta í listnáminu á Akureyri. Þetta var sérst lokaverkinu mitt, áður en ég fór til Svíþjóðar. Ég fekk 10 fyrir verkefnið, mjög líklega út af því að prófdómarinn höfði ekki hugmynd hvernig tölvuleikir eru búin til og held að ég væri göldróttur. Svo fór ég út og lærði þessast tölvuleikjahönnun og hljóðhönnun fyrir tölvuleiki út í Svíþjóð. Og það var ótrúlegt. Allt í öru var ég umkringdur fólki. Bara árgangur minn var kannski 300 manns, 200-300 manns. Allt saman fólk með sömu áhugamál og ég. Allt í öru var ég ekki einn. Pínu yfirþyrmandi samt sem áður. Maður var vanur að vera sérstakur. En allt í öru var maður bara einn af öllum hinum. Og við fórum að búið til tölvuleiki. 2011 gerðum við leik sem hét Hero Battle Arena. Náður reyndar ekki að klára hann, en það er það pínu erfitt að klára leiki. Við lærðum það seinna. En við vorum tilnefndir til sænsku leikjaverðlauna 2011 sem besta leik ársins, en unnum ekki, vorum þá tilnefndir. Og það voru bara 3 leiki tilnefndir, þannig að við segjum alltaf við okkur að við höfum lent í öðru eða 3. sæti. Og svo hélt þetta áfram, námið hélt áfram og ég bjóð til annan leik sem héti í frumlega nafni S og var líka mjög hvítur, svolítið svona svipað eins og dalurinn heima á veitunar, ekkert nema snjór. Kláraði námiðan úti, fór síðan heim í Heiðardalinn, því þar leiði mig best. Einn af kennurum mínum út í Svíþjóð reyndi að fá mig til þess að halda áfram með námið, fara í þá masterinn. Ég sagði að ég þyrfti að fara heim að klappa lömbum. Hann leyfði mig það. En þegar ég var komin heim, þá var þetta sama vandamáli og áður. Það var hræðileg nettenging, reyndar aðeins betri heldur en 28 kW mótemið, það var komið 3G, en vandamáli með það, ef það var hátíð hérna á Hvammstanga, eins og eldur í Húnaþingi, þá gæti ég ekkert vera á netinu í heila viku. Sem átti með miklu vandræðum og, mikil í gremju. Og ennþá engin annar leikjahönnur hérna á svæðinu og Þokkabót þekkti engan í íslenska tölvuleikiðinaðinum því að ég náttúrulega var með öll mín tengsl í Svíþjóð og það var bara annarkvort að gefa þetta upp á bátinn eða flytja til Reykjavíkur og mér langaði það nú ekki, mér langaði nú að vera þarna upp í dal. Þannig að ég byrjaði bara
plana hvað þarf ég að gera til þess að láta drauminn rætast. Fyrsta lagi, þjálfa her af leikjahönnuðum. Þannig að vonandi eftir 20 ár þá get ég ráðið einhvern af þessum sem leikjahönnuð. Ég sérst byrjaði að vera með námskeið fyrir krakka og fullorðna. Allavega svona einu svona ári eða svo. Reyna allavega svona gá hvort ég geti vakið áhugan. Og ég held að hafa nú tekist hjá með suma. Svo var næsta, ég gat nú ekki beðið í 20 ár eftir að leikjahönnuður myndi vera tilbúin hérna á svæðinu. Þannig ég ákvað að fara út aftur, þó ekki til Svíþjóðar, fór til Danmerkur og kíkti á svokallar Game Jam. Game Jam sem sagt þegar að tölvuleikjahönnuðir hittast og búið til tölvuleiki að fingur fram undir mjög stuttum tíma, 48 tímar til dæmis. Þar fór ég á Excel Game Jam sem var kynnt þannig að það væri lengst út í raskati. Það væri ekkert annað. Ég náttúrulega leist mjög vel að það, ég var vanur því. Mjög svo, og unnaði mér vel að vera lengst út í raskati. Þannig ég fór á stað og mér brá svolítið. Göturnar voru malbikaðar, það var matvörubúð, það var vínbúð, Danmörk hann alltaf selt vín í matvörubúðinni. Það var skóli hana og það var hraðbanki. Þannig að ég lenti að tala við skipuleikinn og sagði, ég get nú gert betur en þetta. Og þau sagði mér að láta vaða. Og úr varð Isolation Game Jam. Og ég náði sem sagt að plata fullt af tölvuleikjahönnum alls staðar á heiminum. Það var Rúmeníu, Suður-Afríka, Bandaríkin, Kanada, Danmörk, Finnland og svo framvegis. Hvert einasta ár til mín í nokkra daga. Þannig að ég hefði kannski ekki peninga eða tíma til þess að fara til þeirra, til að fara út á hverju ári, þannig ég plataði bara til mín. Ég plataði með engu, ég lofaði engu, ég sagði að það er fullt af engu hérna. Og þau gleyptu við því. Og þau halda áfram að koma, það með þess að einn frá Rúmeníu, sést þarna í miðjunni, hann hefur komið öll árin. 4 skipti og ætlar að koma aftur á næsta ári. Og þá var nú sagt í fyrirlestri hérna áðan hjá henni Sigríði minni mig, það ekki, að markasvæða lambaknús. Ég er búin að því og það virkar. En það er þetta tímasett hjá mér, þetta er svona þessi Game Jam á strax í lokin á sauðburðinum. Þannig að það virkar mjög vel. Ég mæli með öllum að prófa það. Selst mjög vel. Síðan flutti ég úr foreldrahúsunum, maður búin að búa hann á Fosshóli og flutti yfir á næsta bæ, Kollafoss. Og þá hélt þetta bara áfram, ævintýrið. Þá byrjaði ég með það sem ég kallaði Kollafoss Game Farm, svona tilraunaverkefni þar sem ég fékk hjálp frá samtöku Sveitafélags Norðurlands vestra og bestu þakki fyrir það. Og þá byrjaði ég að prófa að bjóða þessar tölvuleikjahönnum að koma í heimsókn og vinna að leiknum sínum í ró og næði. Ekki svona ró og næði eins og Daninni voru að auglýsa mér heldur alvöru ró og næði. Og það var ágætistilraunaverkefni en það voru ennþá einhverjir svona smá vandamál. Interneti til dæmis. Þeim var mjög þægild tölvuleikjahönnum að koma hana en það vantaði svolítið öruggara internet. Það getur verið vandamál ef að netið allt í einu dettur. Það hraðinn skiptir ekki máli. Það er tengingin, hversu örugg hún er. Það vill ekki vera í miðju verkefni þegar allt í einu dettur netið út í korter og þá þarf maður að byrja upp á nýtt. En það lagaðist sem er ótrúlegt með yfirrast. Ég bjóst ekki við því. Ég bjóst við því að þurfa að bíða til 2020 og eitthvað. En ljósleiðarinn kom að lokum upp í dal og þá eiginlega allar, grunnstóðunar komnar. Það er rafmagn og það er net. Kannski ekki besta rafmagn í heimið hana en það dugar. Og það er stöðugt internet. Eina sem þarf í tölvuleikjunum, það þarf ekki meira. Og
sama gildur margt annað í teknikgeiranum, í hugbúnaðargeiranum. Þannig að þetta ekki bara tölvuleikjahönnun sem að græðir á þessu. Og þannig ég mæli mig því, það var nú líka sagt hérna, hann alveg dottið mér hvaða fyrirlestur það var, en það var nú einhvers sem talaði ljóstengt Ísland 2.0 og það að halda því áfram með mitt. Og ég er kannski ekki alveg saman að þessi 2.0, þannig að það ennþá að tengja. Við erum ekki búið að tengja allt og alla. Ég meina, Heimil á Hvammstanga ekki ljósleiðara tengt. En bæri minni tengdur, haha, hí og ykkur. Hvammstangabúar voru sem sagt, samaldra mínir og félagi mínir, bekkjafélagi mínir voru duglegir að stríða mér þegar þeir fengu ADSL og ég var ennþá á móti mínu. Þannig að nú get ég loksins hefnt mín. En þetta er ekki allt saman einfalt, ég er ekki í fullu starfi við töluleikjahönnun. En það er þetta verkefni sem að mun taka 10-20 ára einhvern veginn að koma þessu upp. Svipað eins og með skógræktina. Það tekur tíma að fá tréin til þess að vaksa. Þannig að meðan þá reyni ég að spreyta mig á því sem er svona næsti bær við leikjahönnun til þess að reyna að bjarga mér. Það er þá heimasíðuhönnun, það er grafísk hönnun, tæknimál eins og til dæmis lifandi streymið hérna á netinu á þessari ráðstefnu og sem er nógu nálægt því sem mér dreymir að gera að ég get notið þess að það er gaman. Þetta er nógu nálægt draumnum mínum. Og núverandi verkefni, mesti stóri leikur, ég vonast til þess að gefa út á þessu ári eða næsta, er leikur sem ég kalla Vegg. Og vonandi verður þessi leikur til þess að ég get byrjað að vinna við þetta í fullu starfi. En vandamáli er að leikjahönnun er svolítið svona eins og tónlistin. Maður eyðir löngu tíma að gefa eitthvað út eða taka eitthvað upp, gefa það út, svo erum við bara að krossleika fingur um það að fólk kaupi þetta. Þannig að þetta er bara krossleika fingur og vonar það besta. En hvað næst? Einfalt, ég þarf að þjálfa fleiri töluleikahönnuði, þannig ég ætla að halda áfram að reyna að plata fólk á svæðinu til þess að leika með mér. Plata fleiri töluleikahönnuði hingað. Þetta er strax orðið, þannig að þetta er skemmtilegt að segja frá því að þangað til bara í ár var Húnaþing vestra stærsta game jam leikjafélag landsins, voru með flest game jam á Íslandi. Og þar með talið, Reykjavík talið með. Það var ekki fyrir í ár sem að samtök leikjaiðnaðarins byrjuðu að halda game jams, eða leikjajam eða hvað sem var að kalla á íslensku. Og með hvað það var ekki leikir sem hafa verið búinir til hérna á Kollafossi, á þessum game jam álíka, þá var ég nokkuð viss um það að við erum líka fremst í flokki með magn tölvuleikja á Íslandi utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að bara halda áfram og reyna að vera þekkt sveitafélag í tölvuleikjahönnun. Þessi iðnaður er ekkert lítill. Til dæmis má nefna það að tölvuleikjaiðnaðurinn í Bandaríkjunum er stærri heldur en kvikmyndaiðnaðurinn í Bandaríkjunum. Þannig að þetta getur orðið stórt og þetta er algjörlega óháð veðrinu. Það skiptir ekki máli hvort það rignir, það skiptir ekki máli hvort það sé þurrkatíð. Þannig að þegar að faðir minn getur ekki heyjað út af rigningu í lélegri tíð, þá get ég setið inni og hannað tölvuleiki. Og kannski einn daginn mun ég geta sett upp almennilegt leikjastúdíó upp í Dal, eða kannski á Hvammstanga, það verður loksins komin ljósleiðaringa, og ráðið fólk úr sveitinni í vinnu. Þannig að útgangspunkturinn minn er eiginlega bara sá að halda áfram að bæta fjarsamskipti á landsbyggðinni og á landinu öllu. Það er það sem skiptir máli. Þetta er svipað eins og með þegar vorum að leggja vegina eða þegar vorum komið með rafmagnið. Þegar rafmagnið kom kannski, þá voru kannski sumir á ennþá að kynda með olíu og hugsa, ég þarf þetta ekkert. Ég meina, olían er alveg nógu góð. En það verður ekki málið eftir nokkur ár. Þannig að ef að ljósleiðarinn hefði til dæmis ekki komið inn í Vesturárdal, hann hefði mjög líklega farið í eyði eftir 10 ár, 15 ár, ekki meira. En það erum við nú ekki mörg hana.
bara það að ég hafi flutt hann aftur heim þá liggur við tvöfaldaðist íbúafjöldin hana. Sést nú ekki alveg nógu vel hana, en ef þið viljið þetta meira þá ég nú með heimasíðuna johannesg.com, það geta að sjá töluleikina mína, og svo ég með heimasíðuna kollafoss.farm, það sem meira talað þetta verkefni að plata töluleikja hönnuði hingað. Og ég þakka bara pent fyrir mig.